Donni Sigurðsson, Donni, þú geislar í dag, liðið geislar, mun ennþá náttúrulega ánægði með síðasta leik, sigur, langþráður sigur, en nú byrjar Hassanátt á morgun, það eru Haukar á útivelli. Já, það verður bara mjög erfið leikur á móti þéttu Haukalið sem eru til alls líklegir. Þeir hafa verið að vinna leiki og tapa leikjum, þannig að maður svona pínu óstabilir, þannig að það er aldrei að vita hvað Haukalið mætir á morgun, en við þurfum bara fyrst og fremst að hugsa okkur sjálfa og mæta 100% klárir í alvöru baráttuleik og byrja á því að matsa baráttuna og sjá hvað gerir svo. Þeir eru eins og þú segir, og ég hugsa, þetta er svona ólíkinda lið, þetta er lið sem er búin að fara illa með toppli í tvissunum, svo geta það tapað fyrir þeir sem eiga að vera slakkari, þannig að það er ómögulegt að rekna þetta út. Já, engin spurning, það er algjörlega ómögulegt að rekna það út, þannig að þetta bara verður mjög trikki í leikur, þannig að það er bara mjög spennandi verkefni fyrir mig og fyrir strákana að takast á þennan leik á morgun. Við mætum hins vegar fullir sjálfstraust og ætlum að leggja allt í leikinn og sjáum hvað það skilur okkur. En þetta er kannski það sem að Luka Kostić hefur líka sett í sína strákar. Þórsar eru ólíkinda lið, þeir geta tapað fyrir öllum og unnið alla. Já, það er engin spurning. Við getum það klálega ef að menn mæti ekki klárir og gerir hlutin ekki að viti þá töpuð. Það er bara 100% þannig, það er bara loforð. En ef við mæta hins vegar klárir og gera sitt allra besta og leggja í það í leikinn sem að fyrir þá er lagt, þá vinnum við. Það er líka loforð. En er það ekki uppleggi að menn mæti alveg 100% kláru og taki bara þessi 3 stig? Engin spurning og ég hugsa að það sé allir sem ætla að gera það, svo er aftur á móti spurning hvernig það gengur síðan. Það verður engin spurning að það er uppleggið að fara þannig í leikinn og það verður lagt þannig fyrir strákara og við höfum með mjög gott plan á móti því hvernig þeir spila og svo framvegis. Þannig að svo er bara að sjá hvort það verður líka okkar dagur með stöngin inn og stöngin út og það en við leggjum allir 100% í leikinn og sjáum svo bara hvað gerist. Þokkaleg standa á hópnum? Já, það er bara ágætið standa á hópnum. Það mætti vera pínulítið betra en heilt yfir, við erum alveg með feikilega góðan hóp og það er ekkert að væli við því en það er svona einn og einn sem er svona eins að halda, skulum segja. En enginn í skammarkróknum? Nei, það er enginn í skammarkróknum eins og er allavega, sjáum hvað gerist eftir þennan leik. Svo segjum við engin misskilningur, þá ég svona á spildum? Já, akkurat, ég náði því sko, en eins og segi, það eru 3 allavega á gulum, 3 gulum, það er að segja, minni mig, eða 4, þannig að eins og segi, sjáum hvað gerist eftir þennan leik, við vonum að menn haldist bara á mótinu og passi brotin sín og munn. Donni, ég hef aldrei spilað fótbolta, bara hort á fótbolta. Hvernig er það eiginlega þegar menn eru svona að leika lengi á spildum? Faraði bara ekki að vanda sig bara þeim vetur? Jú, ég held það. Ég held að menn eru náttúrulega meðvitaðir hvað þeir eru konum með mjög spjöld og þeir náttúrulega vill enginn fara í bann. Þannig að ég held, það er engin spurning, þeir eru klárlega að passa sig, eilítið betur en hins vegar náttúrulega getur allt gerst í hita leiksins og menn þarf að segja með tæklingar og menn taka fyrir lið ef það þarf og svo framvegis, en menn þurfa stundum að gera svoleiðis og menn gera það hygglust ef það þarf en jú, menn reyna að passa sig eins og þau geta í þessu og vonandi bara sleppu við þetta út tímabilið. Við verðum auðvitað, að því að nú er þetta leikur útvelli, er ekki lagur núna að hvetja alla Þórsara sem að vera staddir á stór Hafnarfjarðarsvæðinu að koma á völlinn og hvetja ykkur? Engin spurning maður, ég reyndar hef bara verið mjög ánægður með mætinguna þegar við erum fyrir sunnan. Það hefur oftar en ekki verið góður þéttur hópur og bakvið okkur og ég vænti þess að sjá alla Þórsara þar. Við ætlum okkur að vinna leikinn og spila vonandi skemmtilega fótbolta, við stefnum á það sjálfsögðu, þannig að þetta verður góð skemmtun fyrir alla þá sem hafa tök á því að mæta. Þórshjarta það náttúrulega slæðir 8 og 10 hjá mönnum þótt er flýtt í búferlum og fari á höfuðborgarsvæði eða Stórhafnarfjarðarsvæði eða hvað sem eru, þá heldur þetta Þórshjarta áfram að slá. Já, ég held að allir þeir sem hafa fengið að kynnast þessu frábæra félag okkar, þeir eru með Þórshjarta og það fer aldrei úr nokkrum einasta manni. Donni, ég segi bara gangi ykkur vel og skila kveðju til allra Reykjavíkur Þórsara sem við sjáum hérna á svæðinu og berðum kveðju okkar hérna norðan, svo tek ég fagnandi á móti ykkur þegar þið komið heim. Takk fyrir það, takk.